Í þessum sal hérna mun nýr Landsréttur dæma, nýja millidómstigið sem beðið hefur verið svo lengi. En þó einhver bið á því að sátt skapist skipan dómara á Íslandi. Deilur og dómsmál í líkingu við það sem hér hafa tíðkast eru fáheyrðar í nágrannalöndunum. Og þær munu væntanlega ekki minnka eftir nýlegan dóm Hæstaréttar vegna skipunar í þennan rétt hér. Við erum náttúrulega í samstarfi við okkar systurfélög á Norðurlöndum og í Eystrasaltslöndunum. Það skilur enginn í því að þetta sé eitthvað deilumál hér vegna þess að þetta virðist vera fullkomin friður þetta alls staðar annars staðar. Lengi framan af var það einfaldlega í höndum sitjandi ráðherra að velja dómara og það gerðu þeir oftar en ekki eftir eigin geðþótta. Sú leið hins vegar hæpin fyrir margra hlutasakir og jafnan talin einkenni vanþróaðra lýðræðishyggja. Þess vegna hafa vel flest Evrópuríki reynt að takmarka þessi völd stjórnmálamanna að forskrift Evrópuráðsins. Í stað þess að ráðherrarnir eða pólitíkusarnir taki ákvörðun dómaraskipanir valdið fengið sérstökum hæfisnefndum. Vísir að slíkri hæfisnefnd var til árið 1989 á Íslandi. Áratug síðar var enn skert á hlutverki hennar með því fororði að mikilvægt væri að tryggja sjálfstæði frá framkvæmdavaldinu. Það gerðist enga síður ítrekað næstu ár að ráðherra hunsaði hæfismat og skipaði einhvern sem ekki var talinn hæfastur í dómaraembætti. Geir Haarde settur dómsmálaráðherra skipaði Jón Steinar Gunnlaugsson hæstaréttardómara í dag. Þannig var með skipan Ólafs Barkar Þorvaldssonar árið 2003, skipan Jón Steinars Gunnlaugssonar árið 2004 og Þorsteins Davíðssonar árið 2007. Tengsl og vensl við fyrrverandi forsætisráðherra urðu ekki til að draga úr tortryggninni. Í álitum umboðsmanns Alþingis vegna skipana Þorsteins Davíðssonar og Ólafs Barkar var ekki efast að ráðherra væri óbundin af áliti hæfisnefndarinnar. Hins vegar var bent á það að ráðherra þyrfti að sýna fram á það hvers vegna hann hefði komist að annarri niðurstöðu en hæfisnefndin. Hæstiréttur komst að efnislega sömu niðurstöðu þegar hann dæmdi umsækjanda í máli Þorsteins Davíðssonar bætur vegna skipunar hans í embætti. Þessi sömu atriði urðu til þess að skipan dómara í Landsrétt endaði fyrir dómi á síðasta ári. Í millitíðinni hafði lögum enn verið breytt árið 2010. Þessar breytingar eiga að tryggja það að dómsmálaráðherra get ekki skipað að eigin geðþótta einhvern úr hópi umsækjanda sem metin hefur verið hæfur. Ráðherrann telur sig þó enn hafa fært nægjanleg rök fyrir máli sínu og jafnvel betri en hæfisnefndin gerði eftir 3 mánaða rannsókn og samanburð á umsækjendum. Í hæfisnefndinni sátu auk fulltrúa dómara, fulltrúa lögmanna og fulltrúi Alþingis en nefndin komst að samhljóða niðurstöðu hverjir væru 15 hæfustu umsækjendunir. Og í rauninni rökstyðji ég nú kannski mína niðurstöðu örlítið ítarlegar heldur en hæfnisnefndin rökstuddi umsögn sína. Af umsögninni sjálfri ekki hægt að ráða neitt samanburð sérstakann á einstaklingum. Það hins vegar hægt með því að skoða gögn nefndarinnar sem lágu fyrir þegar Sigríður vann sitt mat. Á skorblaði sést hvernig nefndin raðar upp umsækjendum. Bent hefur verið á galla í stigagjöf nefndarinnar en sjálf segist ráðherra hafi talið dómarareynslu ekki gert nægjanlega hátt undir höfði hjá nefndinni og því gert breytingar. 4 umsækjendur duttu út og 4 komu inn í staðinn. Sú staðreynd að þeir sem fóru út voru sóttir upp í 7. sæti á lista hæfisnefndarinnar og látnir víkja fyrir umsækjendum allt niður í 30. sæti vakti spurningar. Sá umsækjendi enda eiginmaður fyrir samstarfskonu ráðherrans og auk þess sem 2 umsækjendur sem nefndin valdi en ráðherra hafnaði höfðu tengsl við vinstri væng stjórnmálana. Ég vissi hún ekkert það, ekki nema auðvitað ástráður, hans skoðanir eru kunnar, ég þekki ekki stjórnmálaskoðanir fæstra þarna, marga bara þekkti ég alls ekki og hefði ekki eins og þekkt út á götu af þeim sem ég skipaði. Og þú nefnir þarna maka eins samstarfsmanns míns, ég get ekki sagt að ég þekki viðkomandi persónulega, þannig að ég held að þetta sé allt saman mjög langsótt. Skýringar ráðherrans á þá leið að hún hafi látið dómarareynslu ráða eru ekki síður umdeildar. Umsækjandi í 30. sæti dómnefndar hlaut þannig náð fyrir augum ráðherra, jafnvel þó umsækjandi í 27. sæti hæfisnefndar hafi skorað jafn hátt fyrir dómarareynslu. Eins var umsækjandi í 7. sæti settur út þó aftar á lista sé umsækjandi með minni dómarareynslu sem var áfram inni í mati ráðherrans. Hæstiréttur telur enda talsvert vanta upp á að ráðherra hafi útskýrt hvernig hún komst að þessari niðurstöðu.
Sjálf gefur ráðherrann lítið fyrir samanburði lista nefndarinnar. Og þessi listi í rauninni átti ekkert að verða opinber, eitthvað vinnugagn. Það hvarflaði alveg að mér að horfa á þennan lista og prófa bara að breyta einhverju vægi á einhverjum þessum matsatriðum. Þá fannst mér ég vera í rauninni að gera kannski það sem mér fannst ekki rétt að nefndin gerði. Og það er að leggja svona hlutlegt mat á þetta. Því ég ætlaði nú ekki að fara að gefa þessu fólki öllu nýja einkunn, sko. En ég hefði getað breytt væginu. En er það ekki nákvæmlega samt það sem þú hefði þurft að gera til þess að sinna þessari rannsóknarskylduðinni, til dæmis samkvæmt því sem að Hæstiréttur segir? Jú, nú hefur Hæstiréttur komist að þeirri niðurstöðu að ég hefði þurft að rannsaka þetta eitthvað frekar. Og það er auðvitað, eins og ég hef nefnt, það var auðvitað mér áfall í rauninni. Niðurstaða Hæstaréttar kom þó öðrum minna á óvart. Strax og ráðherra tilkynnti að hún hygðist fara gegn áliti nefndarinnar, rifjuðu margir upp eldri málin. Það gerði lögmannafélagið auk fleiri sem veittu umsögn til Alþingis vegna málsins. Og samkvæmt umfjöllun Stundarinnar í liðinni viku gerðu lögfræðingar í stjórnarráðinu það líka áður en ráðherra tilkynnti ákvörðun sína. Ráðleggingarnar komu víðar að. Kveikur hefur undir höndum samskonar ráðleggingar Ragnhildar Arnljótsdóttur ráðuneytisstjóra til ráðherrans. Degi áður en ráðherra lagði breyttan lista fyrir þingið, ítrekaði Ragnhildur möguleikana í stöðunni. Sá fyrsti er að ráðherrann greini þinginu frá óánægju sinni með forsendur í mati nefndarinnar og leggi fram frumvarp sem fresti málinu til 1. október og vísi því aftur til hæfisnefndar með óskum að dómarareynsla fáið aukið vægi í mati nefndarinnar. Annar möguleiki sé að ráðherra sendi þinginu tillögur að breyttri uppröðun þar sem dómarareynslu sé gefið aukið vægi. Til þess þurfi hins vegar góðan rökstuðning og áhersla lögð á að leggja þurfi sama mat á alla umsækjendur. Ljóst er að ráðuneytisstjórinn taldi ráðherra ekki hafa gert það og því býðst hún til þess að starfsfólk ráðuneytisins fari á fullt í þá vinnu strax þá kvöldið. Þriðji möguleikin var að ráðherra legði fram óbreyttan lista sem ráðuneytisstjórinn taldi ekki ákjósanlega leið. Ég hafði engan möguleika á að fresta málinu, ég hefði bara 2 vikur. En Alþingi hefði getað. En veltum þess ekki upp vegna þess að þú þyrftir að framkvæma meiri rannsókn að hennar mati? Já, ég hefði þá þurft að breyta lögunum, sko, til þess að... Já, en var það ekki hennar álit líka að þú hefði þurft að gera meira heldur en þú gerðir? Já, hún nefnir það. Hvaða sérfræðingar ráðlögðu þeir að gera þetta svona? Það er engin sérfræðingur sem ráðlagði með að gera eitt eða neitt. Ég tek auðvitað ábyrgðina algjörlega. Já, ég veit það, en það var sérfræðingar sem réðu þér gegn því að gera þetta eins og þú gerðir, það er alveg klárt mál. Ég er að leita að álitinu þar sem ykkur sagði nei, þú þarft ekki að hlusta á þetta og gera þetta svona. Nei, ég ætla ekki að draga eitthvað sem að þú ætla að reyna að færa ábyrgðina yfir. Og menn féllust á það, ýmsir sérfræðingar sem ég ræddi við, að þetta væri auðvitað þannig að þegar málið færi til Alþingis til dæmis, og þá væri það Alþingi auðvitað sem að tæki ákvörðun í málinu, það hefði loka orðið. Hver var ábyrgð Alþingis? Af hverju átti ég að fara að leggja máli fyrir Alþingi? Til hvers? Alþingi þarf að svara því. Og ég óttast að Alþingi hafi ekki svör við því í dag. Hafði það klárlega ekki, fannst mér ekki höndlað alveg síðasta sumar. Og eins og ég segi, það getur vel verið að menn vilja hafa bara þannig að nefndin svona hæfnisnefnd, menn telja hana faglegri alltaf og það séu engin einhver undarleg sjónarmið þar í gangi. Þau séu alltaf bara hjá ráðherranum. Er betra þetta sé í höndunum hjá einni manneskju? Já, hún ber þá ábyrgð. Hvernig berðu ábyrgð? Já, ég fór í kosningar. Þú situr hérna fyrir fram mig, fórst í kosningar. Það var engin Hæstaréttardómur komið þá. Það var héraðsdómur. Já, en það var engin... Með sömu niðurstöðu. Já, en það var... Nei, hann var ekki með nákvæmlega sömu niðurstöðu eins og þú búin að vera að benda á. Jú, gagnvart mér. Hæstiréttur er búin að úrskurða síðan. Það er annað mál á leiðinni fyrir dómstóla núna, eftir því sem kemur fram í fréttum í dag. Og það er að koma fram upplýsingar það að sérfræðingar hafi verið að varaði við því að nákvæmlega þetta myndi gerast, samt myndir þú gera það. En hvað kallast það þegar menn brjóta lög, vitandi vits, hafandi verið aðvaraður? Ekkert vitandi vits. Þetta er mitt mat líka. Ég er líka sérfræðingur þessu sviði. Ég fæ hér alls konar tilmæli hér frá sérfræðingum í ráðuneytinu. Ég tek sem dæmi uppreist æru. Ég fekk þar tilmæli frá sérfræðingum að ég þyrfti að veita barnaníðingi hérna uppreist æru. Og því var haldið statt og stöðugt fram við mig, við forvera mína sem að fylgdu þessum tilmælum eftir langdregin viðtöl við sérfræðinga hér og svo kemur þetta til mín og ég fer ekki að þessum tilmælum. Ég ætla að leyfa mér það og ég tek mínar ákvarðanir byggðar mínu bæði hyggjuviti og sem sérfræðing hérna í málinu, ég er lögfræðingur eins og ég nefni og tek og stend fyllilega við þessar ákvarðanir mínu og ég geri það ennþá. Hljómar eins og þú sitt að þverskallast við. Nei Helgi, vegna þess að ég stend með þeirri ákvörðun sem ég tók í sumar, ég stend með því að ég hafi á þeim tíma talið mig
vera að fylgja og rannsaka máli nægilega eins og aðstæður og eins og pottin var búið þá. Hver svo sem eftirmálin verða skipun í Landsrétt ljóst að deilur það hvernig eigi að skipa dómara eru enn á ný komnar upp á Íslandi. Og eins og svo aftur áður snúast þær það hver eigi að ráða, pólitíkin eða hæfisnefndin. Yfirlýst markmið að verið sé að tryggja sjálfstæði dómstólana með hæfisnefndinni, eins og sagði í lögunum á sínum tíma, misskilningur að mati ráðherrans. Svona held ég að fyrirkomulag í dag sé ágætt ef það virkar, þar að segja það sé hæfnisnefnd, dómari komi, ráðherra komi líka og svo farið það líka til löggjafans sem staðfesti. Og jafnvel þannig, menn hafa nefnt líka möguleikan á því að akkur kom ekki dómaraefnin og bara ræða við þingið, ræða við sérstaka dómara nefnd, til dæmis, áður en að tekinir ákvörðunum hverja skuli skipar. Það finnst mér ekki skynsamlega nálgun og ekki nóg með það heldur það bara nálgun sem ekki í samræmi við þau alþjóðlegu viðmið sem hafa verið teiknuð upp af Evrópuráðinu og það hlýtur nú að vera metnaðarmál hjá okkur að falla inn í þá ramma sem eru teiknaðir þar upp vegna þess að annars erum við þá komin í samanburð við þjóðir sem ég held að fæstir hafi áhuga á því að líta til fordæma til. Ef þetta varðar sjálfstæði dómstóluna og þetta á að vera svo mikil hæfnisnefnd, hvernig stendur þá því að hún til dæmis bara skipuð, það mikið lagt upp úr því að þessi skipa hagsmunaaðilum. Dómarar þurfa líka að vera sjálfstæðir í sínum störfum gagnvart öðrum dómurum og þá mjög mikilvægt að það sitji ekki í hæfnisnefnd sem að velja inn dómara, aðrir dómarar. Það enginn að fara að segja dómurum hvernig þeir eiga að dæma utan réttarins, en dómarar geta verið í þakkarskuld við einhvern annan dómara þegar þeir eru að dæma. Eða ráðherra. Eða ráðherra, já ég meina, jú, en þú veist, það getur verið þannig líka. Mér vitanlega hefur enginn komið fram með nokkra einustu sönnun á því að það sé ykkur klíkustarfsemi eða óheilindi á bakvið störfi sem nefndar. Manni finnst kannski að þeir sem eru ráðherra dómsmála og bera ábyrgð gagnvart dómskerfinu eigi nú að forðast að taka undir og blása lífi í svoleiðis kenningar. Ráðherra tilur dóma Hæstaréttar yfir störfum sínum ekki gera hana vanhæfa til að leiða vinnu við endurskoðun laga skipan dómara, en segist myndu fagna því ef Alþingi gerði það. Ráðherra dómsmála þarf auðvitað líka að tryggja það að hér standi ekki styrr hér trekk í trekk skipanir og ef að þingið ætlar ekki að taka eitthvað frumkvæði í þessum máli þá auðvitað mun ég leggja það til við þingið en ég mun ræða þetta við þingið núna í framhaldinu.